Gallabuxur í flottu úrvali. Þátturinn í boði Jóðum Jóð. Og boltinn fann að rúlla í þessum þætti af taktíkinni. Við ætlum fjalla fótbolta hér í dag. Knattspyrnusamband Íslands. Ég kom með góðan gest, Klöru Bjartmanns, framkvæmdastjóra. Velkomin. Takk. Þitt starf framkvæmdastjóri, ef þú ferð yfir þetta aðeins, hvað felst í því? Svara tölvupóstunum og hringingum. Það fyrir rosalega mikil tími í það svona dagstaglega og það svolítið mikið breyting. Því ég byrjaði hjá KSÍ 1994, það var engin tölvupóstur, ekki internet. Ég var rosalega ánægð þegar við fengum símboð á sínum tíma, það var mikil bylting. Þannig að starfið hefur breyst, starf knattspyrnusambandsins hefur breyst verulega. Það fyrir mikil tími í það að svara erindum hjá okkur öllum og auðvitað það okkar starf, það að þjónusta aðildarfélög og iðkendur. Og síðan þetta þessi daglega umsýsla í öllum þeim málum sem hæst ber hverju sinni. Núna það náttúrulega mótamálin sem ber hæst innlent mótahald og öll þeim mál sem þeim tengjast, það náttúrulega ekkert launungamála, aganefndin og agamáli eru fyrirferða mikil núna og fjölmiðlum umfjöllun þau, tekur tíma, það landsleikir að koma upp, þannig að það miðamáli kringum þau og annað slíkt, þannig að við höfum nóg að gera, okkur leiðir sjaldan. Akkurat, en þótt starfið sé mikið inn á skrifstofinu og þekkið í þessu starfi, þá ertu mikil íþróttakona líka og átt þarna Íslandsmeistaratitil í kajak. Jú, 2015 sko, og algjör tilviljun að það síðasti titillinn minn var 2015, sama ári tók við sem framkvæmdastjóri. Eftir það hefur kílómetrunum fækkað mjög hratt í róðrinum og ég saknaði þess að róa. Mér líður lag sjaldan jafnvel nema því ég út á sjó og mér finnst alveg æðislegt að vera í náttúrunni og upplifa náttúruna á þennan hátt. Þannig ég saknaði þess mikið og nýti hvert tækifæri sem ég get til þess að fara út að róa og núna ég svona að róa í huganum, það er hugur að kona að róa rangsælis í kringum Ísland og ég ein af þeim sem byrja hringferðin á netinu hverja mótni núna að tóka hún stödd og hvernig henni gengur. En Klara, þú ert þarna formaður kajakklúbbsins og ert þá fyrsta konan til þess að gegna því embætti. Þú ert líka fyrsta konan sem framkvæmdastjóri KSÍ, þannig að þú þekkir svolítið þetta að brjóta þessa múra og stíga þarna inn í hennar kalla heim. Já, ég þekki það svo sem ágætlega. Ég var komin í stjórn knattspyrnudeildar Víkings 17 ára. Þá vorum við sem sagt meistaraflokkur kvenna í Víking lagður niður. Þannig að við svöruðum fyrir okkur og mættum aðalfund og við fórum tvær þar inn í stjórn. Reynda var stjórnarseta mín ekki löng því við fórum í KR og héldum áfram að spila þar. Þannig ég var snemma byrjuð að taka þátt í stjórnunarstörfum og öðru slíku, bæði sem sagt í mínu félagi þá. Svo var ég í stjórn hagsmunasamtaka knattspyrnukvenna sem voru til á sínum tíma. Svo seinna vel kom þetta tímabili því að formaður kajakklúbbsins en ég hætti því ég tók við sem framkvæmdastjóri KSÍ. Og svo var ég í stjórn siglingasambandsins. Það svona ýmislegt sem manni leggst til. Þannig að þó að þessi kajakklúbbur sé þarna svona seinni árin þá þinn bakgrunnur í fótbolta, hann tegir sér dálítið langt aftur. Já, ég byrjaði í fótbolta líklega 14 ára. Það voru nú ekkert miklu yngri flokkar á þeim tíma og sama tíma þá byrjaði ég í handbolta og þessi íþróttaiðkun var mér mikið gæfuspor. Ég kynntist þar bæði sérstaklega í handboltanum, þó að handboltaferillinn hafi styttri, þá kynntist ég þar mínum bestu vinkonum sem eru það ennþá í dag og líka í KR í fótboltanum og þetta eitthvað sem þú byggir að alla ævi að hafa verið í svona hópíþrótt. Akkurat, en líka þessi reynsla þín, þú kemur hérna inn í KSÍ og þá ertu í alls konar deildum, þú ert búin að koma að alls konar málum hann innan sambandsins. Já, ekki spurning og það hefur hjálpað mér í starfi mínu í dag. Ég vann lengi að agamálum, félagaskiptum, ég sá kvennalandsliðin í áratugi og annað slíkt og þessi fjölbreytti grunnur hefur hjálpað mér mikið og gerir það í dag. Og síðan það líka eins og í samtökunum 78, þú þekkir það að vera í stjórn þar? Já, ég var þar í stjórn í ansi mörg ár og var þar fyrst í stjórn hjá Möggu Pálu og hún kenndi mér mikið í félagsstörfum. Ég hélt ég kynni eitthvað því ég kom þar inn í fyrstu stjórnin minna en hún var fljót að skekka okkur til eins og hver önnur leikskólabörn. Þannig að þú hefur lengi leitað í svona stjórnunarstöður? Ég kannski ekkert stjórnunarstöður. Það var aldrei minn sérstakur metnaður. Ég var aldrei með að 10 ára to-do-lista að vera framkvæmdastjóri KSÍ en það að taka þátt í félagsstarfi og svona í stjórnum held ég bara mér í blóð borið.
En svo heyrir maður umræðina sko að því að þetta líka ekki bara Ísland heldur þarf að taka þátt í alþjóðlegu knattspyrnu heiminum og maður heyrir það að hann sé nú svolítið mikill karla heimur. Hvernig að fóta sig í honum? Ég tók þátt í ráðstefnu í byrjun apríl í London, Equal Game. Já, og var við vorum 2 konur sem eru framkvæmdastjóri í Evrópu og við vorum settar í svið og upp á svið og við vorum látnar tala þar og standa fyrir mál okkar og ég var greinilega svolítið mikið aggressív fyrir UEFA, þannig að allt sem ég sagði því var sopandi teppi en það sem hinn framkvæmdastjórinn það var svolítið dregið upp á yfirborðið. Það er bara eins og það er. Ég hef löngum gert grín að þessu og svara UEFA þegar ég fæ tölvupósta Mr. General Secretary eða því ég fæ upplýsingar um það dresscode að ég þurfi ekki verið með jakkafötum og í bindi. Ég svara yfirleitt með grínu og reyna að gera það þannig. Ef ég ætlaði að fara að pirra mig yfir öllu slíku þá myndi ég ekki gera neitt annað. En á þessum fundum þarna úti, þetta margar konur? Nei, við sem erum 2 framkvæmdastjórar í Evrópu. Þannig að við erum yfirleitt lítið brotabrot og þetta eins og segir, þetta mjög karllægar samkomur og það eru stundum algjörlega óþolandi, það verður bara að segja eins og er. Maður bara hristir hausinn og konur ekkert miklar saumaklúbs, konur þarna er semst bara almennt, ég er búin að komast að niðurstöðu kallar tala miklu meira og það sem ekki að blaðra ekki neitt stundum er alveg með ólíkindum sko, en auðvitað ekki allir, margir. En það eru, maður hugsaði þetta að það eru þarna 17 kallar undan, hann var alveg kominn tími á konu hjá KSÍ? Já, ég til það bara að það verið kominn tíma konu og ekki kona, sem skiptir máli er það að þarna sé samhentur hópur og við vinnum öll saman og að sama markmið sem er að brautargengi íslensk fótbolta og fyrir mér er ekkert aðalatriði hvort það sé kona eða karl þar í brúnni heldur bara að við stöndum okkar plikt. Akkurat. En horfir eitthvað í það núna, þú ert mikið inn á skrifstofunni, horfir til þess að þú fari kannski aftur í kajakinn þegar að þessu starfi lýkur? Já, og svo saknaðist líka sko að ég náttúrulega ferðast alltaf með kvennalandsliðinu og ég saknaði verulega að vera svolítið svona, ég er svolítið föst inn á skrifstofu og ég saknaði þess að fara ekki í ferðir. Mér fannst gaman að vera í ferðir og taka til hendinni þar en við fyrst stundum ég svolítið föst inn á skrifstofu þannig að vinnutíminn hefur lengst þannig að þetta tekur enda eins og allt og þegar því lokið þá verður vonandi róið meira og ferðast meira innanlands og sumrin og annað slíkt sko. Akkurat. Með því ætlum við að kíkja í smá auglýsingar en ekki fara langt, við höldum áfram eftir þær. Komdu og sjáðu vorlínuna frá Bertoni. Þátturinn í boði Djós. Við höldum áfram í taktíkinni, hún er enn hjá mér, hún Klara Bjartmar. Klara, þú átt tengingu hérna norður? Jú, mikið rétt. Ég er svo heppin að eiga tengingu bæði við Þór og Káa. Afi minn var einn af stofnendum Þórs og svo á ég marga ættingja, frændur og frænkur í Káa og heiðursfélaga þar og ég veit ekki hvað og ég er mjög gaman að samskiptum við frændfólk mitt í Káa. Þau láta heyra í sér á leikjum. Þegar maður kemur á völlina hjá Káa þá gengum maður á hljóðið og hittir þar frændur sína og frængur. Akkurat, það ágætt að vera með tenginga báðum megin. Já, ekki spurning sko, það er mjög gagnlegt. En ef við hugsum þessi landsbyggðarlið, af því að nú þarf KSÍ að hafa yfirsýn yfir allt Ísland, þetta er knattspyrnusamband alls landsins. Já, það er alveg rétt og við erum með landshlutafulltrúa í stjórn, einn frá hverjum landsfjórðungi, sem eru tengiliðir stjórnar og tengiliðir KSÍ við landsbyggðina og þeir skila mjög góðu starfi og eru flestir í mjög góðum samskiptum og sambandi við félög á sínum svæðum, þannig að þeir skila skýrslum um það inn í stjórn og við reynum að fylgjast hvað við getum með starfin út allt land. Síðasta ári fór stjórn líka í heimsóknarátak til aðildarfélag og heimsótti langflest félög á landinu þannig að það hefur gengið vel. Við erum að reyna að bæta í heimsóknir landsliðsþjálfara út á landsbyggðina. Þannig við reynum að fylgjast með hvað við getum og við eins og segir við sjáum leiki allt land og reynum að fylgja því eftir. Það eru talað með þessi ferðalög landsbyggðarliðana í leiki og mót en þetta kallar líka á ferðir fyrir sambandið til þess að ná þessar yfirsýn. Já, og svo getur líka til að tekið vinkillin sem dómgæsla. Við erum mjög stór aðil í því að við sendum mikið á dómurum í störfum allt land og
Okkur finnst stundum við senda fullmarga frá Reykjavík, við okkur vantar dómara á hverju svæði fyrir sig. Þannig að við erum mjög mikið að þjónusta landsbyggðina og taka þátt í starfinu þar. En vissulega má alltaf gera betur í því, það er ekki spurning. Við vitum að það eru svæði á landinu sem er það sem við köldum kvöldsvæði. Og við erum nú að vonast til þess að komast í það í sumar að heimsækja þau svæði sem við heimsóttum ekki síðasta sumar og fara það niður í ennþá smærri byggðir, þar sem er lítill sem engin fótbolti. Okkur langar að fara þangað í heimsókn og sjá hvort við getum eitthvað aðstoða til, því það er okkur að trúa að sem flest börn eiga að hafa tækifæri til þess að stunda íþrótt í sinni heimabyggð. Akkurat, og þú talar líka sýnileika þjálfarana og sýnileika sambandsins, en hvað eins og með sýnileika leikmanna sem eru fyrirmyndir fyrir alla? Auðvitað var það í einu óskarstöðu, þá myndum við senda landsliðsfólkið okkar mikið út á land og mikið til félagana, en það nú bara er þannig að þau eru flest búsett erlendis. Og þegar þau eru hér heim í sumarfrí, þá skilum að það mjög vel, þá langar þeim kannski að vera með sinni fjölskyldu í fríi. En þetta er atriði sem við þurfum að skoða betur, hvort að við getum einhvern veginn komið til móts við þær óskir sem eru þetta, því við heyrum það svo til hverjum degi, það sem er verið að biðja þetta. En okkur hefur gengið, við getum gert betur þarna og eigum að gera betur þarna. Þetta er sko fjölþætt starfsemi líka hjá sambandinu, það eru mótamál, dómaramál, A-mál, ennþá fleiri mál sem þarf að taka á og hafa yfirsýn yfir og stundum þarf að taka erfiðar ákvarðanir líka sem eru að gerast langt í burtu, ástand af völlum eða agamál einhvers staðar. Nákvæmlega. Sko, eðli KSÍ er til dæmis ólíkt flestum knattspyrnusamböndum kringum okkur, að því við erum að hugsa fótbolta frá barnafótbolta, sem kallað er amatörfótbolta, grassrótin, og alveg upp í efstu deildir og efstu landslið. Það er mjög, knattspyrnusamböndin víða eru kannski með efstu deildirnar alveg sér, eða landsliðin alveg sér, en við erum að hugsa þetta allt og sem svona gerir þetta bæði fjölbreyttara og skemmtilegra en líka kannski aðeins snúnara, og það er alveg rétt að við þurfum ofta að taka ákvarðanir hvort að völlur sé leikhæfur. Við erum ekki kannski með fulltrú á þeim stað, þannig að við þurfum að byggja á upplýsingu sem við fáum heim og héraði og það er ekki allir að sammála það hvort að völlur sé leikhæfur eða ekki og svo framvegis. Þannig í rauninni þetta er ekki alltaf vinsælt starf? Nei, og það er sérstaklega kannski í mótamálum varðandi frestanir að leiki með öðru slíku. Við stöndum oft frammi fyrir 2 slæmum kostum og ef við gerum A þá er það vont fyrir annað félagi, en ef við tökum B þá er það vont fyrir hitt félagið. Já. Og það þarf bara stundum að reyna að taka það ákvörðun sem er sársauka minni. Svo er líka eins og þú veist, hérna út á landsbyggðunum, það eru misstór lið, það eru bara allt niður í mjög lítið lið og svo stærri lið eins og hérna Þór og Káa. Þannig að þegar að vera að sækja í leiki sem eru nærtækir, þá er þetta oft ójafnari leikir, heldur til dæmis leiki liða inn á höfuðborgarsvæðinu, við hugsum bara yngri flokkana. Já, vissulega. Og það er nú við reynum að svína til þess að hvað varðar yngri flokka, þá til dæmis var farið í, ef ég man rétt, þá kom ósk frá Þór Káa núna í vor að fara með einhver yngri flokk og spila þar á Suðurlandi til þess að fá meiri samkeppni og það var samþykkt. Þannig að við reynum að sýna sveigjanleika í mótahaldi yngri flokka, en það er mikill hluti af okkar reglugerðum, okkar regluverki byggir á kannski áratuga gömlu fyrirkomulagi og okkur finnst við stundum vera svona elta framþróunina staðan fyrir að vera undan henni, en við erum alltaf að reyna að þróa þetta og alltaf að reyna að gera betur. Akkurat. Við tölum líka þessa meistaraflokka, breyting á kvennadeildinni sem við sjáum sem mjög skemmtileg, það er verið að skipta neðri deildinni í tvennt. Er einhverjar breytingar í kortunum karlamegin? Það er nú alltaf einhverja hugmyndir í gangi og það hefur lengi verið rætt hvort það er að breyta fyrirkomulagi í bikarkeppninnar eða annað slíkt. Það er engin vinna með einhverja konkrít tillögu í gangi núna, ekki svo ég veit til nema að sé úti hjá félögum með eitthvað slíkt, en það er vissulega alltaf hugmyndir í gangi. Það var nú samþykkt á síðasta ársþingi sambandsins að fara í endurskoðun á fyrirkomulagi kvennaknattspyrnu, ef ég man rétt, það var þetta orðað þannig á þinginu, og við erum ennþá að skoða það hvernig við eigum að bregðast við þeirri tillögu og hvernig við eigum að vinna úr henni. Að því að fara að endurskoða kvennaknattspyrnu það er risaverkefni. En auðvitað þurfum við að vera sífellt að tánum það að endurskoða íslenska fótbolta, og nú erum við komið nýtt stöðugildi sem heitir yfirmaður knattspyrnusviðs sem á að koma og horfa hans á pakkan í heild og reyna að koma til úr það hvað getum við gert til þess að þróa fótboltan ennþá meira áfram. Akkurat. Og líka eins og fyrir þessa bæði iðkendur og meistaraflokksstigi og yngri flokkana að
eftir því sé tekið að Knattspyrnusamband Íslands sé sýnilegt og sé út á landsbyggðunum, að þessi tekið eftir árangri þannig að þú eigi séns á að vera í landsliði alveg eins og hver annar. Nákvæmlega, og ég held að það hafi gengið ágætlega. Við höfum séð það að ef við skoðum landsliðina, við erum með, þetta er það misjafnt á milli árganga og annað slíkt, en við erum með landsliðsfólk frá stærri og smærri félögum, frá Reykjavík og frá landsbyggðinni. Auðvitað vitum við ekki fullkomlega hvort þetta sé rétt val, en við höfum alveg séð dæmi það að krakkar hafa komist í gegn sem eru frá smærri stöðum og því bara fagna. Þetta er náttúrulega bara ákvörðun eins og önnur að velja lið eða velja hvernig mótafyrirkomulagið er. Þetta eru ákvarðanir sem mjög margir hafa skoðun á. Já, en þetta er náttúrulega, fyrst og síðast er þetta náttúrulega ákvörðun knattspyrnuþings. Þar koma félögin í landinu saman og ákveða sína leikreglur og eftir því vinnur skrifstofan. En þetta er stór hreyfing og hagsmunir eru ólíkir. Það eru, ef við tökum nærtækt dæmi, við höfum hér Magna og Grenivík sem er ekki það fjölmennasta félagi heimi. Hagsmunir Magna og kannski Breiðabliks, þeir liggja ekki saman í öllum málum. Það eru gjörólíkar aðstæður, gjörólíkir tekjumöguleikar og annað slíkt sem þarna liggja baki. En þá fyrir þig að vera framkvæmdastjóri svona samband, það sem verið að taka svona ákvarðanir sem margir hafa skoðun á, þetta hlýtur líka að vera skemmtilegt. Auðvitað er þetta skemmtilegt og spennandi og annars myndir maður aldrei nennan svo. Ég held að við öll sem vinnum á skrifstofunum, við brennum fyrir fótbolta, annars værum við ekki þarna, værum við löngu hætt og fann að gera eitthvað annað. En það er bara, þú veist aldrei hvernig dagur mun þróast. Þú kannski kemur á skrifstofun og ætlar að gera eitthvað þannig tiltekna dag, en svo bara kemur eitthvað upp og dagurinn er búinn og þú veist af. Akkurat. Við viljum að taka smá hlé hérna en við erum ekki hætt. Gallabuxur í flottu úrvali. Þátturinn er í boði Jóðum Jóð. Við flautum á síðasta hlutan í þessum þætti. Klara, þú varst að tala um það að engin dagur er eins og þú ert búin að taka á mjög mörgum stórum verkefnum sem framkvæmdastjóri. Það er hérna EM, bæði kalla og kvenna megin, úrslitakeppni HM, þjóðadeildin, og það er kannski ekki alveg fordæmi fyrir því hvernig við eigum að vinna svona mál. Það þarf stundum, þú hreinlega þurft að finna hjólið í sumum tilvíðum. Já, ekki ég, það er ekki eins og ég hafi gert þetta einn, sko. Við rákum okkur á margt á EM 2016. Og það var okkur mjög lærdómsríkt og það var okkur kannski líka, við gengum svolítið nærri okkur sjálfum þar og vorum að reyna að vinna heiminn ein og hefðum átt að þykja meira hjálp svona eftir á að hyggja, það er auðvelt að vera vitur eftir á. Það var ótrúlega skemmtilegt en ótrúlega erfitt ferli og við lærðum á því fyrir HM. Og eitt af því sem við pössuðum betur núna milli Evrópukeppninnar og HM hjá strákunum var að við skjalfestum allt miklu betur núna eftir HM. Þannig að núna eigum við góða handbók að taka þátt í lokakeppni og við munum byggja því til framtíðar, þannig að það var mjög skemmtilegt og eins með úrslitakeppninnar hjá stelpunum. Við fórum náttúrulega í fyrstu keppnina, hvað var það, 2004 í Finnlandi? Nei, það er fyrr, ég man ekki nákvæmlega hvaða ár það var. Við höfum lært mikið, það hefur verið mikil þróun þar líka og þetta hafi verið geysilega stór og viðamikil verkefni og ég til okkur hafa unnið mjög gott starf í öllum undirbúningi og allir framkvæmd þessara keppna. Það var bara eins og þegar við spilum með Englandi í Nice og ég og Margrét mættum þarna 2 í íslensku miðasöludeildinni og með Gulla okkur til aðstoðar og svo kom enska deildin með 30 manns og þvældist fyrir hver öðrum. Það var bara, maður hló bara þessari vitleysu, þannig öfgarnar í báðar áttir. En það lítur að vera einstaklega skemmtilegt að vera í þínu starfi á akkurat þessum toppum. Já, auðvitað og vinna sér sæti HM á Laugardalsvelli, það var náttúrulega eitthvað sem maður gleymir aldrei og sigurinn á móti Englandi í Nice, það er svona ýmsir hápunktar þegar við unnum Hollanda á EM í Svíþjóð, það er ýmsir toppar á starfseminni en svo líka eru minnisstæðir íslenskir mótaviðburðir og annað þegar maður svona kannski skilur verki og maður veit að það er ákaflega vel gert, þá er maður líka sáttur þó að það sé ekki atburður eða viðburður fyrir fram á 10.000 manns. Já, akkurat, þetta er ekki bara velgengni landsliðsins sem að skipta máli. Nei, maður getur líka verið rosalega ég er alltaf mjög ánægð líka því ég sjá fjárhagsáætlunum ganga upp. Þegar ég sé að við erum innan áætlunum og höfum áætlað rétt og það er líka, þá fer ég rólega að sofa, það líður mér vel.
En svo kemur líka eitthvað svona eins og þjóðadeildin á eftir og það kannski reynir hvað ennþá meira á þegar svoleiðis eða gengur verr. Já, en þá líka svo mikilvægt að reyna að halda starfsfólkinu og starfsmannahópnum saman og halda því saman sem ég get haft áhrif á. Ég hef ekki áhrif á það hvernig liðið spinnur á vellinum, ég get ekkert gert í því, en ég get reynt að gera allt starfi á skrifstofunni þannig að þegar landsliðsþjálfararnir, þegar það teymi kemur inn, það sé allt tilbúið og öll umgjörð í kringum liðið, það sem ég get lagt að mörkum sé eins vel eins og það gert. Maður þarf að horfa á það sem maður getur gert sjálfur betur. En það svolítið þannig? Finnur þú fyrir því að þú sér dæmd í þínu starfi svolítið fyrir velgengni landsliðanna? Ég held að við séum öll það, sko. Við finnum það alveg núna, menn við sjáum bara miðasöluna á leikina komandi landsleiki ekki af góð og hefur verið. Miðasölun er núna búin að vera í gangi líklega í 2 mánuði og það ekki ennþá uppselt. Þetta er ekki ný staða fyrir okkur, en þessi staða hefur ekki komið upp í einhver 5 ára eða eitthvað svoleiðis. Þannig að það er breyting, við sjáum það að áhuginn hefur dvínað og það er nú þannig sem er okkar helstu kostur og stundum finnst að vera galli að það hafa allir skoðanir á starfi knattspyrnusambandsins og það er svona, við finnum það að fólk er tilbúnar til að gagnrýna núna heldur en þegar vel gengur. En við sjáum kannski, núna er meiri grunnur fyrir þessa næstu keppnir EM bæði karla og kvenna megin. Já, ekki spurning og við vitum betur hvað við erum að gera, við erum betur undirbúin og ég held að við séum búin að hækka alla umgjörð og öllum landsliðum, við erum búin að taka hann upp, við erum með faglegra starfin áður og það er sá lærdómur sem við höfum tekið úr þátttöku í þessum keppnum. Við erum með betra miðasölu fyrirkomulag, það er alveg saman hvort það séu 16 kalla eða kvenna. Öll umgjörð hefur batnað mikið hjá okkur og hefur gert það hefur verið þróun síðustu ár og það er hluti sem við erum mjög stolt af. En næstu skref í fleiri málum, það er líka eins og aðstaðan, Laugardalsvöllurinn. Aðstaðan náttúrulega er ekki, það er ýmislegt í aðstöðunni hjá okkur sem ég bara get ekki orðað öðru sen, hún er bara okkur til skammar og þá er ég bæði að horfa á aðstöðu okkar áhorfenda sem koma. Við erum með salernis aðstöðu sem er ekki boðleg og við erum með aðstöðu liðana, við erum með klefa með sprungur í gólfum, sturtuklefarnir eru ekki eins og þeir eiga að vera 2019 aðstæða fyrir dómara, lyfjaeftirlit, fjölmiðla og svo lengi getið haldið. Ég er ekki sú manneskja sem er að pressa einhvern lágmarksfjölda á nýjum velli, ég leyfi öðrum að taka það baráttu en það sem ég vil er betri aðstæða fyrir bæði áhorfendur og liðin okkar, fjölmiðlafólk og annað fólk. Það er náttúrulega eins og veitingasala vellinum, þetta er náttúrulega, maður sér þetta hvergi annars staðar í heiminum. Ég hef víða komið og leikið allan heim og alla Evrópu og ég veit ekki þjóðarleikvang sem jafn dapurlega ástand og Laugardalsvöllur, því miður. Það er leitt frá því að segja, en þannig er staðan, maður segir bara hlutin eins og þeir eru. Fannstu þetta þegar að fjölmiðla athygli var sem mest á liðinu núna kringum velgengnina eins og á HM, var tekið eftir þessu af gestum og fjölmiðlafólki? Við náttúrulega erum alltaf í vandræðum með gestaliðina því þau koma inn í klefann og þau bara spyrja hver er meira aðstaða og við erum alltaf að reyna að finna við erum búin að taka núna sem sagt í síðustu landsleikjum þá hefur við tekið skylminga aðstöðun og hólfað hann upp með einhverju tjöldum til þess að reyna að stækka aðstöðuna sem liðin hafa en þau skilja ekkert í því hvernig þau komast fyrir og erum með búnaðinn sinn út á gangi og þar er fólk hálfdettandi töskur og annað slíkt. Náttúrulega völlurinn var náttúrulega ábyggilega mjög flottur á sínum tíma og var líka byggður þegar voru 16 leikmenn á skýrslu, 3 þjálfarar. Nú erum við með 23 leikmenn á skýrslu, bæði karla og kvenna, 10 manna staff og svo framvegis og allir vita hvað magna búnaði fylgir okkur og það er bara einfaldlega ekkert pláss fyrir þetta. Sjáu eitthvað gerast í þessu á næstu árum? Já, það er náttúrulega ljóst að völlurinn er á undanþágu hvað þetta snertir og við höfum fengið þau skilaboð frá Knattspyrnusambandi Evrópu að nú fara að styttast í undanþágunum gagnvart okkur. Þannig að burtséð frá nýjum Laugardalsvelli eða hvað sem kemur í framtíðinni þá verðum við verðum að laga þessa aðstöðu. Við erum núna að láta mála klefana en við náttúrulega erum bara að mála yfir skemmdirnar. Það er ekkert flóknara en það, þetta er bara eins og að slá arfa. Það kemur í gegn en við getum bara ekki boðið gestum okkar upp á flagnaða veggi og miklu gólteppi, það verður bara skipt þetta. Akkurat. Nú tíminn alveg að hlaupa frá okkur. Það eru samt fleiri verkefni en Laugardalsvöllurinn sem að liggja fyrir ef við horfum á bara næstu ár. Já, ég meitt gæluverkefni sem hérna er í uppáldi hjá mér. Ég held að það þurfa allir eiga eitthvað svona eitt gæluverkefni. Það er HM kvenna 2027. Norðurlöndin er að sækja saman það að halda HM 2027.
eins og staðan núna getum við ekki boðið fram völl í þeirri keppni en það lágmarkið sem við getum gert til dæmis að vera með dráttinn í keppnina eða eitthvað slíkt hjá okkur og Norðurlandaráð hefur komið inn í þessa umræðu með okkur og það sterk Norðurlandasamstarf þarna bakvið og ég held að ef þetta yrði þá það mikil lyftistöng fyrir fótbolta á Íslandi og fyrir kvennaknattspyrnu. Akkurat. Klara, takk kærlega fyrir komuna í settið. Ég vona að þú farir nú að komast á kajakinn fljótlega aftur. Já. Vonandi. Ég var hérna á Skjálfandaflóanum fyrir 2-3 sumrum og það væri gaman að fara þangað aftur út í Flatey og hérna Flateyjardal og svona. Akkurat, nægum tíma í það. Já. Og takk áhorfendur kærlega fyrir áhorfið í þessum þætti. Við sjáumst í næstu viku. Komdu og sjáðu vorlínuna frá Bertoni. Þátturinn í boði Djós.